En við ætlum að fá fréttir frá sveitarfélaginu Árborg og til minn komin framkvæmdastjórinn Ásta Stefánsdóttir. Góðan daginn. Já, góðan dag. Jæja, hvernig hefur það? Fínt í dag. Glæsilegt. Eftir miklar hátíðir síðustu vikur. Já, það var nú sérstaklega mikið að vera síðustu helgi. Sumar á Selfossi. Aldamót hátíð Eyrarbakka, 250 ára afmæli hússins. Já. Það er bara hægt að telja endalaust brúarhlaupið við þetta fjölskyldunar. Ég er örugglega að gleyma einhverju. Fórstu að veiða? Nei, ég fór ekki að veiða. Nei. En það voru margir sem fóru að veiða og einhverjir dróðu nú bara fisk að landi, þannig að það var skemmtilegt. Já, þetta er virkilega gaman og líka þessi veiði í Ölfusá. Já. Alveg frábær. Búin að vera mikil veiði í sumar, bara óvenju mikið. Og komnir yfir 400 laxar hann eða? Já. Það er töluvert. Það er eitthvað til í kistunum fyrir veturinn. Lítur að vera. En já, þetta var skemmtileg helgi svo síðasta. Já. Mikið að vera og mikið af fólki. Já, það er nú rólegra framöndan á næstu helgi. Það er engin bæjarhátíð hérna í Árborg, en það er svo stutt að fara og sækja sér skemmtun ef við vilja. Það eru blómstrandi dagar í Hveragerði, þannig að og Aratunga Aratunga, já, það eru tungunum. Já. Þannig að það er alltaf eitthvað að vera hérna á svæðinu, menn geta alveg gengið út frá því sem vísu, saman hvað helgi er. Stutt að fara. Já. En þetta er náttúrulega nú fer nú að hausta hjá okkur. Já, og það er auðvitað ýmislegt sem við sjáum sem að bendi til þess. Vinnuskólinn er að renna sitt skeið í rauninni búinn og sláttu gengin fara að hætta hjá okkur því að krakkarnir eru auðvitað bara að fara í skólan og það er verið að fara að setja skólana í þar næstu viku. Nú voru komið þessi rútína? Já, nú voru komið þessi rútína, það er búið að auglýsa skólasetningar og ég hveti bara alltaf til að skoða það og það verður örugglega mikið að gera fyrstu dagana í því hjá nýjum nemendum að læra rætt í skólan og svona, ganga í skólan og bara eitthvað aukumenn til þess að sína sérstakka aðgátt í kringu skólana, svona þessa daga sem allt er að gerast. Algjörlega. Talandi skólan og Tryggvagötuna. Já, það er nú bara styttist í að það verið að fara að opna hana. Já. Það er verið að vinna á fullu í því og ég er ekki alveg með tímasetningun á hreinu hvernig þetta verður orðið ökufært eftir, en það er alveg að bresta á. Það er glæsilegt. Það verður mikill munur og svo það er svo margir sem að þurfa að fara alls konar krókaleiðir á meðan hún er lokuð, þannig að þetta auðveldar allt umferðarflæði. Ég held að þetta sé núna loksins svona komið í vana hjá fólki. Það er loksins búið að fatta gatan er lokuð. Það tók langan tíma. Það tók svolítið tíma og margir sem voru þannig að bakka og snúa við og svona, en þetta lærðist og nú erum við búin að læra nýja leiðir og kannski halda með sig bara við þær. Já, nákvæmlega. En eins og við komum inn á fyrir 2 vikum að þá er þessi gata ótrúlega mikilvæg. Já, hún er mikil umferðaræð hérna. Nú síðan verður smá breyting hjá sundlauginni í næstu viku, það við ætlum að loka 9 klefunum og það verður opnir útiklefanir og afgreiðslan á meðan að verður svona aðeins að laga ýmis atrið bara eftir að húsið tekið í nótkun sem kom í ljósa að þurfa svona smá snurfus og svona lagfæringar. Já. Og það tekur fljótt af og þegar að því líkur þá verður nú væntanlega líka opnað inn í gamla hlutan þar sem að búningsklefanir og afgreiðslan voru áður og það er búið að breyta og bæta og koma upp aðstöðu bæði fyrir kennara og starfsfólk og sánabæði verður þar og svona, þannig að þetta fer nú alltaf verða svona komið í endanlegt horf. Já, nákvæmlega. Hvað með líkamsræktarstöðuna? Já, þetta er hérna stóra málið, sko. Það er ekki búið að gefa neitt opinberlega út það. Það verður nú vantilega á næstunni. Þú veist hellingum þetta, þú vilt bara ekki segja það. Nei, ég veit eiginlega ekki neitt, sko. Nei, akkurat. Já, þetta er flott. Inn á heimasíðinni árborg.is, það er náttúrulega mikið talað síðustu helgi. Já, þetta var náttúrulega skemmtileg helgi og Fegursta gatan. Já, Selfossbæirnir, sem að margir eru mjög ánægðir með, heyri ég. Já. Og þetta er svona gata sem er oft svolítið gleymt og það er ekki margir það er ekki rúndur þarna gegn, sko. Ekki mikill. Nei, þannig að þetta er svona gata sem er aðeins út úr en gríðarlega snyrtilegt og vel hugsa bæði gróður og hús. Já. Og umhverfið mjög fallegt og ég hvet fólk bara til þess að taka sér göngutúr þarna og líka gaman að ganga þarna í kringum kirkjuna og kirkjugarðinu og þar og taka smá hring. Það er gaman að labba þarna Selfossbæina og svona þetta er svo skemmtileg saga á bakvið þetta. Já, það er mjög mikil saga þarna og það mætti alveg gera henni líka betur skil og setja upp upplýsingar þarna og það er eitthvað sem við þurfum bara að skoða. Algjörlega. Svo var Lóri minn valin skemmtilegasta gatan, umhverfisverðlaunin voru síðan veitt líka. Já, það var verið að veita verðlaun fyrir Fegursta garðinn og hann var í dælinginu og síðan var umhverfisviðurkenning og hún fór til Hótel Forstún. Já. Og það sem er búið að snyrta mjög vel í sumar og laga og það er gott að geta athygli á því sem vel er gert. Algjörlega. Allt gott að frétta frá Eyrarbakka og Stokkseyri. Já, það er náttúrulega bara sama og hér, skólarnir að fara að síga á stað
og svona koma þessi haustfílingur og ekki segja þetta. Herðu, það var haglíl í morgun. Herðu, það var allt hvítt í Þorlákshöfn í morgun. Já, það var bara haglíl hérna líka á Engjaveginu, sko. Þannig að snjómoksturinn byrjar kannski ónisnemma þetta. Nei, það má ekki segja svona. Nei, nákvæmlega. En þetta var bara svona forsmekkurinn og svo verður bara gott veður og fram að jólum. Já. Spá ég. Hann, Trausti Jónsson, veðurfræðingur, hann segir að sumarið sé ekki búið. Nei, það er ekki búið og það geta alveg komið góðu dagar ennþá. Við trúum því. Já, langt fram í september. Algjörlega. Góð lokaorð, Ásta. Takk fyrir þetta. Já, takk.